Allt bendir til þess að fjármálaráðherra fái heimild til að taka lán upp á milljarð króna vegna Vaðlaheiðarganga áður en að skýrsla Ríkisendurskoðunar forsendur ganganna liggur fyrir. Vinnubrögðin voru harðlega gagnrýnd á Alþingi í dag. Fjáraukalega frumvarp þessa árs að lokinni annarri umræðu var samþykkt frá Alþingi í dag og stendur til að ljúka málinu á miðvikudag með atkvæðagreiðslu. Í þessu frumvarpi fær ríkissjóður meðal annars heimild til að kaupa 2 jarðir af Reykjanesbæ fyrir 1,2 milljarða og fjármálaráðherra fær heimild til að taka lán upp á 1 milljarð króna vegna Vaðlaheiðarganga. Óskað hefur verið eftir skýrslu Ríkisendurskoðunar forsendur ganganna og ósennilegt að hún liggi fyrir miðvikudag. Þingmenn stjórnarandstöðu gagnrýndu það sem þeir kölluðu flýtimeðferð málsins. Þetta eru vinnubrögð sem eru alveg hörmuleg og það dapurlegt að það Alþingi sem hér situr skuli ekkert hafa lært af hruninu. Meirihlutinn leggur áherslu á að áður en stofnað til skuldbindinga ríkisins komi málið aftur til fjárlaganefndar og verði kynnt henni með fullnægjandi hætti. Ef það fer þannig að það búið að samþykkja fjáraukann, þá hefur þessi fyrirvari sem hér settur fram í nefndarálitinu ekkert gildi. Þá gilda lögin sem sett hafa verið. Það ótrúlegur og óskiljanlegur þessi pirringur sem kemur hér fram hjá háttvirtri stjórnarandstöðu. Ég held að það sé vegna þess að fjárlaganefnd hún vann mjög hratt og örugglega. Það gætir einskis pirrings hér hjá mér varðandi þessi mál því að ég lít þetta mál mjög grafalvarlegum augum. Hér ekkert skemmtiefni að ræða. Hér verið að útdeila milljörðum á milljarð ofan